Lögreglan hefur notið aðstoðar yfirvalda í Frakklandi og á Írlandi vegna feðgina sem fundust látin á hóteli í Reykjavík helgina. Fólkið var með franskt ríkisfang en bjó á Írlandi. Írönsk stjórnvöld saka Ísraela stríðsglæpi eftir að Ísraels her gerði loftárás á íranska ríkissjónvarpið í dag. Fjöldi starfsmanna sagður hafa verið drepinn. Yfir 100 ökumenn voru sektaðir vegna umferðarlagabrota á Akureyri helgina þar sem bíladagar standa yfir. Lögregla segir helgina hafa verið annasama. Sala og neysla áfengis á íþróttaleikjum hefur færst í vöxt undanfarin ár. Samtök foreldra gegn áfengisauglýsingum gagnrýna að félög afli sér fjár með þessum hætti. Og 17. júní verður haldinn hátíðlegur á morgun og víða undirbúningur á lokametrónum. Öryggissvæðið á Austurvelli verður með breyttu sniði til að tryggja betra aðgengi fyrir almenning. Gott kvöld. Íslenska lögreglan vinnur með frönskum og írskum löggæsluyfirvöldum í rannsókn á fjölskylduharmleik á Edition hótelinu í Reykjavík helgina. Þar var feðginum á 60 og 40 aldri ráðinn bani og grunur leikur á að móðirin hafi verið að verki. Fólki kom á hótelið 7. júní og ætlaði að dvelja þar í eina viku. Starfsfólk hótelsins kom að þeim snemma á laugardagsmorgni og hringdi á neyðarlínu. Og aðkoman hlýtur að hafa verið býsna hræðileg. Já, aðkoman var, eins og hefur komið fram að þá var þarna mjög alvarlegt atvik að ræða og alvarlegur ofbeldisatburður, þannig að það gefur eins og gefur að skilja að aðkoman var ekki góð. Konan hefur verið úrskurðuð í gæsluvarðhald til 20. júní. Hún nú á sjúkrahúsi en hún var sjálf með alvarlega áverka þegar lögregla kom á vettvang. Yfirvöld hafa lítið gefið upp rannsókn málsins en hafa staðfest að þau voru franskir ríkisborgarar. Og eitt af því fyrsta sem við gerðum það var að setja okkur í samband við franska sendiráðið og með aðstoð þeirra tókst okkur að hafa upp á ættingjum og aðstandendum hinna látnu. Við erum líka komin í samband við frönsk lögregluyfirvöld en að svo stöddu hafa þau ekki sýnt áhuga á að koma til landsins en það er ekkert útilokað að svo verði. Fjölskyldan var þó búsett í Dyflinni á Írlandi og verður rannsókn málsins einnig unnin með írsku lögreglunni sem gerir hana umfangsmeiri. Út í heim. 4. daginn í röð hafa Ísrael og Íran skipst á árásum. Ísraels her gerði loftárás á höfuðstöðvar íranska ríkissjónvarpsins í dag. Á 300 hafa fallið í árásunum í Íran undanfarna daga. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hafði fyrir í dag hótað að láta höfuðstöðvarnar hverfa og fyrirskipað brottflutning íbúa frá höfuðborginni Teheran. Verið var að flytja fréttir af loftárásum Ísraelshers þegar ein slík reið yfir. Útsendingar stöðvuðust tíma vegna árásarinnar. Ástrós, þessar árásir í dag, eru þær eitthvað merki að þetta sé að færast á nýtt stig þessi átök? Já, árásirnir í dag hafa stigmagnast, bæði með árásinni á ríkissjónvarpið en einnig var gerð árás á spítala í vesturhluta Írans. Það hafa líka verið miklar umferðartafir í Teheran, höfuðborg Írans í dag og fréttir hafa borist af því að íbúar séu jafnvel að flýja í miklum mæli. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hann sagði fyrir í dag að sigur nálgaðist og að Ísraelsher hefði náð yfirráðum yfir lofthelgi Írans. Og nú skömmu fyrir fréttir sagði Netanyahu að hann útilokaði ekki að ráða æðsta klerk Írans, Ali Khamenei, af dögum til að ljúka átökunum. Sko, bæði það og bara svona þessi vöxtur sem hafa færst í þessar árásir á undanförnu, þetta mjög hratt og þetta að gerast mjög hratt. Eru leiðtogar heimsins ekkert að reyna að stemma stigu við þessu og reyna að miðla málum einhvern veginn? Jú, þetta hefur meðal annars komið til tals á leiðtogafundi G7-ríkjanna sem fer nú fram í Kanada og þar flutti Erdogan Tyrklandsforseti ræðu í dag þar sem hann gagnrýndi að Ísraelsher hefði ráðist að Íran undir þeim formerkjum að ætla að útrýma kjarnorkuvopnum og hann sakaði Ísrael einnig eineltistilburði gagnvart nágrannaríkjum sínum. Donald Trump tók undir þetta og bætti einnig við að Íran myndi ekki sigra þetta stríð. They have to make a deal and
It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Helgi Magnús Gunnarsson, vararíkissaksóknari, ætlar ekki að taka við embætti aðstoðar ríkislögreglustjóra og hefur látið af störfum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu. Mikil óvissa hefur ríkt stöðu Helga eftir honum var tímabundið vikið frá störfum í fyrra vegna ummæla útlendinga á samfélagsmiðlum. Dómsmálaráðherra lagði til að hann yrði fluttur á milli embætta, en Helgi hefur ákveðið að láta frekar af störfum. Enn óvíst þinglok, en fjöldi mála var afgreiddur á þingfundi í dag. Formenn þingflokka hafa fundað í 12 daga en án niðurstöðu. Það óhætt að segja að máli sem var á dagskrá þingfundar í dag hafi verið nokkuð fjölbreytt, meðal annars sviðslistir, fíkniefni, raforka, fjáraukaleg, nú réttindi fatlaðs fólks og líkbrennsla. Í óundirbúnu fyrirspurnum var tekist á veiðigjald. Skrifa atvinnuvegaráðherra voru til umræðu, þar sem hún gagnrýndi málflutningssamtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og sagði brugðist við því að fullum þunga. Þar sakar ráðherrann hagsmunaöfl beinlínis að reyna að þvinga fram aðra niðurstöðu í lagasetningu Alþingis. Það vita það allir hér inni að minnihlutinn vill banna meirihlutanum að hækka veiðigjöld. Það það sem þetta snýst Spyr ég hæstvirtan atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra hvort það sé ekki hreinlega skynsamlegt að fresta afgreiðslu frumvarpsins. Að það búið að vísa þessum fullyrðingum og þessari gagnrýni til föðurhúsanna. Hvorki veiðigjöld né bókun 35 sem breyting á lögum EES-samningin sem hefur verið rædd langt fram á nótt á Alþingi undanförnum voru á dagskrá og það var til að liðka fyrir viðræðum þinglok sem enn hefur ekki verið samið Það nú búið að samtal milli þingflokksformanna núna í næstum 12 daga. Það allavega ákveðin sjónarmið í ákveðnum flokkum það að vilja ekki taka ákveðin mál kannski að klára þau. Þetta stál í stál? Ég myndi nú ekki kalla þetta stál í stál. Við vorum að klára nokkuð mál í dag og annað, við vorum ekkert sammála þeim öllum, en þau hefðu þá allan að fengi réttilega þinglega meðferð og komist á hér í gegn. En þau eru orðin full mörg og stór málin sem að breyta heilu kerfunum á þess eitthvað áhrifamati og komið og Bílar eru í aðalhlutverki á Akureyri þessa dagana, þar sem bíladagar fara fram í 29. sinn. Á 400 mála komu á borð lögreglunar á Norðurlandi eystra sem þrefalt á við venjulega helgi. Þúsundir sóttu viðburði á vegum bílaklúbbs Akureyrar helgina og fjölmenni var einnig í bænum tengt öðrum viðburðum. Margfalt fleiri lögreglumenn eru á vakt þessa daga og ekki vanþörf á, því að á 400 mála eru skráð síðan á fimmtudag. Það ekkert mál í dagbókinu okkar þar sem að vopni hefur verið beitt helgina, sem jákvætt svona í ljósi þróunar sem hefur verið í þeim efnum. 3 voru handteknir grunaður kynferðisbrot og 2 vegna alvarlegra líkamsárása. Ríkið segir lögregla ekki hafa verið meira en undanfarin ár. Já, það eru örugglega yfir 100 hraðakstursmál sem eru á þessu tímabili og það sem kannski áhyggjuefni að það eru nokkrir sem að keyra mjög greitt og að minnsta kosti 4 sem voru á yfir 140 km hraða sem voru kærðir og einhverjir munu missa skírteinið í framhaldi af þessu. En löglegur hraðakstur fór fram innan brauta á svæði bílaklúbbsins þar sem ökuþórar hafa síðustu daga keppt í ótal greinum eins og sandspyrnu, göturspyrnu, rallycross og bílalimbó. Í dag sýndu ökumenn tilþrif við að drifta eða spóla eftir hlykkjóttri braut með tilheyrandi ískri í dekkjum og lyktin af brenndu gúmmíi fyllir vitin. Keppt Íslandsmeistaratitil í drifti í nokkrum flokkum. Yngsti keppandinn í þeirri grein 15 ára og að keppa í annað sinn þó enn séu 2 ár í bílprófið. Ég bara ólst upp við bíla með pappa mínum og ég bara hef alltaf átt gaman að vera í bílum. Og aksturssportinu sinna fæstir einir í kringum hvern keppanda eru ótalmargir í að tryggja að allt gangi vel. Við vorum að skipta girkassa til 5 í gærkvöldi fyrir keppnina. En svo má segja að Íslandsmeistarinn frá í fyrra hafi stólið senunni þegar hann spændi upp rauð dekk. Þetta snýst að halda gott sjó líka. Mér sýndist þú heldur betur gera gott sjó. Það voru örugglega allar myndavélar og allir símar hérna í kringum brautina og loftið. Ertu ekki ánægð með þetta? Jú, þetta bara ógeðslega ánægð með þetta. Geggja liðina með mér, geggja fólk, geggja stemming.
Formaður foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum segir áfengissölu á íþróttaviðburðum óviðeigandi og vill að hún verði bönnuð. Formaður Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segir málið flókið. Sala og neysla áfengis á íþróttaviðburðum og kappleikjum meistaraflokka íþróttafélaga hefur færst í aukana undanfarin ár. Íþróttabandalög Reykjavíkur og Reykjanesbæjar, auk fjölda forvarnarsamtaka, hafa fordæmt söluna og líka íþróttaviðburðum þar sem áfengi haft hönd við villta vestrið. Íþróttur og áfengi eiga aldrei samleið og áfengi getur aldrei verið hluti af einhverju forvarnarstarfi íþróttahreyfingarinnar. Fólkið í stúkunni fyrirmyndir og ekki alltaf sötur ekki fólkið í stúku sem fyrirmynd fyrir ungt fólk sem stunda íþróttir. Árni segir ótækt að íþróttafélögin nýti sér áfengissölu í fjáröflunarskyni. Áfengisbransin verður aldrei stuðningsaðili forvarna, það bara ekki hægt. Ekki frekar reykingafyrirtæki verða stuðningsaðilar þeirra sem að fara hægt að reykja. Mér finnst þetta bara rugl að halda þessu fram. Lausnin liggur fyrir framan ef okkur öllum. Það algjörlega óviðeigandi að sé áfengisala á íþróttaviðburðum bara yfir höfuð. Forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segir málið flókið. Við erum auðvitað með bannið og svo erum við með frelsið og svo erum við með almenna löggjöf í landinu þar sem aðrir að geta fengið veitingaleyfi og sótt til sýslumanns og undir eftirliti heilbrigðisyfirvalda. Þannig að íþróttafélögin eins og aðrir fylgja landslögum. Það eitthvað sem við þurfum að finna þar á milli. Vegna þess að það auðvitað alltaf freisting bæði fyrir markaðsaðila að sýna sig á þessum viðburðum og svo auðvitað fjáröflun atriði sem ekki horft framhjá. Sambandið samþykkti í síðasta mánuði tillögu þess efnis að móta samræmdar reglur og stefnu áfengisveitingar á íþróttaviðburðum. Willum segir brýnt að komist verði að niðurstöðu sem allir geti sætt sig við. Við þurfum að horfa inn í landslögin og þau almennu leyfi og reglur sem við þurfum að fylgja hér í landinu og svo það hvað má gera í samvinnu við íþróttafélögum. Við gerum þetta ekkert öðruvísi og íþróttarhreyfinguna það að fara betur með þetta. Áherslur ISÍ í þessum efnum séu þó skýrar. Það leiðarstefið í allri okkar vinnu íþróttarhreyfingarinnar að áfengi og íþróttir eiga enga samleið. Já, ég hér stödd í Víkinni í Fossvoginum þar sem að leikur Víkings og KR í bestu deildinni það bil að hefjast. Við komum hérna aðeins á undan leiknum og töluðum við gesti og spurðum þau hver þeirra afstaða gagnvart áfengi á kappleikjum. Hvað finnst þér það að leyfa áfengissölu á svona íþróttaviðburðum eins og þessum? Mér finnst það almennt séð bara allt í lagi, svo lengi sem fólk bara hefða þess að skynsamlega, maður verður að geta treyst fólki til þess. Já, mér finnst hún allt í lagi, svo framalega sem að allir hegða sér vel og hún fer ekki böndunum. Og hvað hefur verið svona þín upplifun þegar þú hefur verið að koma, hefur fólk svona verið innan marka? Ég er fastagestur á sérstaklega þessu velli og það eru örugglega kannski 2 skipti sem að það hefur verið eitthvað sem að mér hefur fundist svona, þetta ekki alveg nógu gott. En annars hefur þetta alltaf verið alveg í lagi. Hvað finnst þér áfengissölu á íþróttaleikjum? Ég er alveg meðmæltur honum meðan að það er gætt hófs og fólk hefur stjórn á þessu. Já, flestir virtust vera á eitt sammála þetta en hjá mér hann Haukur Hinriksson, framkvæmdastjóri Víkings. Haukur, áfengis, sala og íþróttahreyfingin, fer þetta saman? Það fer kannski svolítið eftir til hvers verið að vísa til nákvæmlega en ef við horfum hérna á meistaraflokkstarf sem að fara fram á þessu velli hérna í kvöld og víðast hvar annar staðar þá kannski engin endilega tilviljun fyrir því að þessi sala fór á stað sem við vorum að vísa til fyrir nokkrum árum síðan en hér hefur bara fólk margt áhuga á því og eftirspurn eftir því að sækja sér ákveðna tegundir veitinga samhliða því að sækja skemmtilegan viðburð og í þessum geira ertu bara komin í hreinan afþreyingargeira og þar erum við bara í samkeppni við margt annað. Þannig margir sem segja það að hérna sem verið að normalisera áfengisneyslu og íþróttaviðburði, fólk hérna með börnin sín, hvað svona finnst þér það? Aftur, það fer eftir svolítið hvernig á það litið. Ég er ekki alveg sammála því en hér er verið að reyna að gera þetta mjög sómasamlega og gera þetta vel og svara ákveðna eftirspurn. Hér viljum við að þessir hópar komi hér á vallarsvæði mjög snemma í stað þess að fólk sé að sækja sig þessar veitingar kannski annar staðar og peningurinn komi hér í kassan í stað þess að hann fari í kassan út í bæ. Þannig ég kannski get ekki alveg tekið undir það.
Sko hefur verið eitthvað dæmi það að fólk hefur verið hérna kannski vel ofur ölvi? Við höfum ekki orðið var við það og eftir því sem ég best veit hjá öðrum félögum hafa félög ekki mikið verið var við það, en ef það hafa komið upp vandamál þá það ekki hægt að tengja beint til sölu á áfengi á völlum sem slíkum. Þá það kannski tengt einhverjum hópi fólks eða einstaklingum sem hafa sótt sér veigar í miklu meira mæli annars staðar. Hvað finnst þér það, sko þetta þið gerir þetta væntanlega í fjáröflunarskyni, en hvað finnst ykkur þá það að fólk sé að kalla eftir því að þetta verði hreinlega bannað? Við virðum það sjálfsög og sem betur fer eru bara fólk með ólíkar skoðanir og við berum fulla virðingu fyrir því að allt fólk horfir ekki eins á hlutina en því að það ákveðin ástæða fyrir að íþróttahreyfingin hefur farið þessa leið. Íþróttahreyfingin hefur nýlega samþykkt það á stórum vettvangi íþróttaþingi ISÍ að það sem var samþykkt að banna þetta ekki heldur smíða strangan lagaramma. Við erum algjörlega fylgjandi því. Takk fyrir þetta Haukur og við kveðjum hérna úr Fossvoginum. Takk hérlega fyrir það Erla María, við snúum okkur á öðrum. Því þjóðhátíðardagurinn verður haldinn með pompi og prakt land allt á morgun. Breytingar verða gerðar á öryggissvæðinu á Austurvelli í Reykjavík í ár til að tryggja betra aðgengi fyrir almenning. Undirbúningur fyrir 17. júní stóð yfir í Reykjavík í dag en fjölbreytt dagskrá verður í miðbænum á morgun. Hátíðarhöld á Austurvelli verða með breyttu sniði í ár, þar sem Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, bauð Höllu Tómasdóttur forseta Íslands að flytja hátíðarávarpið, sem fram til þessa hefur verið í höndum forsætisráðherra. Öryggissvæðið í kringum Austurvöll verður minna en undanfarin ár til að tryggja betra aðgengi fyrir almenning. Ég held að þetta verði rosalega hátíðleg stund þegar hún mun gera þetta. Og við það hefur verið aðeins farið yfir aðgengismál niðri í miðborg, þannig að við erum að reyna að tryggja það sem flestir geti séð athöfnina á Austurvelli. Forsætisráðherra leggur síðan blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og fjallkonan flytur ávarp en venju samkvæmt hvílir leynd yfir hver hún þar til hún gengur út á völlinn. Þjóðhátíðarskrúðgangan fer á stað klukkan 1 frá Hallgrímskirkju og í henni verða góðir gestir, þar á meðal landvættir Íslands. Fjölbreytt dagskrá síðan bæði í Hljómskálagarðinum og á Klambratúni, þar sem boðið verður upp á skemmtiatriði. Gengið verður hingað í Hljómskálagarðinn, þar sem við tekur bara fjölskyldu dagskrá með hefðbundnu sniði. Við verðum með leikhópi Lottu, Lína Langsokkur mun mæta, svo það Guggusar, Inspector Spacetime, MC Gauti og svo lokar dagskráin með Vibe-strákunum. Nú Rebekka, þú ert komin niður í miðbæ þar sem að væntanlega verið að leggja loka hönd á undirbúning, ekki satt? Jú, við erum stödd hérna í garðinum hjá Daniel Pilkington sem stendur að baki Pilkington Props, íslensku fyrirtæki sem að hannar og framleiðir leikumuni og búninga. En þau hafa verið að gera alla landavætti í Íslands og þeir munu mæta í skrúðgöngun á morgun. En hjá mér Daniel. Daniel, hvernig kom þetta til? Sko, þetta er búið að vera langvarandi verkefni, alveg síðustu 5 ár eða eitthvað svoleiðis, þar sem að við Hringleikur og Reykjavíkurborg erum búin að vera að vinna í samstarfi að hanna landvættina eina í einu og svo núna í ár þá hvaði loksins öll að koma saman. Og hvernig hefur undirbúningurinn gengið? Bara mjög vel í ár. Það hefur við erum búin að læra mjög mikið af fyrstu setta brúðum og svo erum við búin að móta prósessin okkar og erum komið með svolítið skilning á því sem að hvað þarf til að hanna svona karakter. Og þetta hlýtur að hafa tekið langan tíma, ekki satt? Jú, hver brúða á sjálfur sér 2, 3, 4 mánuðir í gerð eftir flækistiði. Og við kannski fáum að sjá hér eina brúðu. Alveg klárlega. Já. Þá skulum við skoða hvernig á að viðra á þjóðhátíðardaginn á morgun. Það verður hæglætisveður en þó ekki alls kostar þurrt því búast má við lítilsháttar rigningu víða land á meðan hátíðarhöldum stendur. Hitatölur verða almennt séð á bilinu 6 til 12 stig en gætu náði 15 stig á Suðausturlandi.
Heilt yfir verður nokkuð skýjað á landinu í vikunni með úrkomu öðru hverju og þá sérstaklega á vesturhluta landsins. En nánar veðrið hér rétt á eftir. Bergsteinn, Kastljósið í kvöld, hvað á dagskrá? Við ætlum að tala átökin milli Ísrael og Íran sem hafa verið að stigmagna síðan á föstudag og raun engin leið að sjá hvort það eftir að draga úr spennunni eða hvort þessi átök eftir að harðna enn meira á komandi vikum. Við ætlum að fara yfir stöðuna með Erlingi Erlingsinni, hernaðarsagnfræðingi og svo ræðum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Takk fyrir það. Kastljós hér rétt á eftir en þá skulum við skoða hvað verður helst í íþróttum í kvöld. Handboltamaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson var í gær valinn besti maður úrslitahelgar meistaradeildar Evrópu í Köln. Þetta í annað skipti sem hann hlýtur þá nafnbót. Jón Þór Hauksson lét í dag af störfum sem þjálfari bestu deildarins IA eftir 4-1 tap gegn Aftureldingu í gær. Og við sáum ótrúlegt pútt á lokahólu opna bandaríska meistaramótsins í golfi. Þetta og meira til í íþróttum að loknum fréttum. Þá skulum við upp helstu fréttir. Lögreglan hefur notið aðstoðar yfirvalda í Frakklandi og á Írlandi vegna feðgina sem fundust látin á hóteli í Reykjavík helgina. Fólkið var með franskt ríkisfang en bjó á Írlandi. Írönsk stjórnvöld saka Ísraela stríðsglæpi eftir að Ísraels her gerði loftárás á íranska ríkissjónvarpið í dag. Fjöldi starfsmanna sagður hafa verið drepinn. Yfir 100 ökumenn voru sektaðir vegna umferðarlagabrota á Akureyri helgina, þar sem bíladagar standa yfir. Lögregla segir helgina hafa verið annasama. Sala og neysla áfengis á íþróttaleikjum hefur færst í vöxt undanfarin ár. Samtök foreldra gegn áfengisauglýsingum gagnrýna að félög afli sér fjár með þessum hætti. Og 17. júní verður haldinn hátíðlegur á morgun og víða undirbúningur á lokametrunum. Öryggissvæðið á Austurvelli verður með breyttu sniði til að tryggja betra aðgengi fyrir almenning. Næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn með nýjustu fréttum. En við kveðjum að sinni, verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Hringfarinn aldrei hætta að þora. Kristján Gíslason lét draum sinn rætast og hélt í 10 mánaða ferðalag umhverfis jörðina á mótorhjóli árið 2014. Hann hjólaði 35 lönd í 5 heimsálfum. Drauma gufubaðið. Stuttir heimildaþættir fólk sem byggir drauma gufubaðið